núna. Ok, næsta sem við ætlum að tala hérna í FAB-akademíunni í þessari viku hérna sem við erum að gera í rafeindatækninni aðeins bara vinnu umhverfið ykkar sem þið getur búist við í kringum ykkur og við getum skoðað bara svona típiskan vinnubekk hjá rafmagnsfólki og þessi er búin að koma sér hansi vel fyrir með alls konar mæla og tölvu og þess aftar og en stundum getur þetta bara verið eitthvað aðeins einfaldara eins og þetta. Þannig að þetta getur verið mjög mismunandi en við ætlum aðeins að fara í gegnum alla þessa hluti sem við sjáum hérna og sumt af þessu er eitthvað sem er eflaust til í smiðjunni hjá okkur og annað eitthvað sem að kannski væri vert að hugsa að verða sér út En kannski fyrsta og það kannski sem að maður hefur oft mestu þörfina fyrir er einhver spennugjafi. Og þessi spennugjafi getur komið í alls konar formum, hann getur verið einfaldur eins og þessi hérna og þá erum við einfaldlega bara með einhverjar spennu útgáfa sem við getum stilt oft frá 0 upp í 30 volt og svo getum við líka átt aðeins við einhverja straumtakmörkun. Oftast erum við bara að stilla einhverja stöðu að spennu, við viljum bara halda þessari spennu í 5 voltum og spennugjafurinn gefur okkur bara straumin sem við viljum en það er líka eftir að nota hann öfugt, það er þetta að segja gefðum við bara út 5 ampere og spennugjafinn mun reyna að finna réttu spennuna til að halda því. Svo eru þið líka oftar en ekki með svona tvöfalda spennugjafa sem oft notaðir að þið þurfið að búa til positífa og negatífa spennu. Þannig að kynnið ykkur spennugjafan í smiðjunni ykkar, lærið að stilla spennuna og straumin og athugið líka með kaplana í kringum ykkur til að tengja rásinar. Næsta sem að gagnlega verkfæri sem að við munum skoða og þið sjáu þessi mælitæki eru oft tengt í eitthvað sem við erum að setja út í tækinu eða eitthvað sem við erum að taka á móti tækinu til að skoða. Og skópið er eitthvað sem við erum að skoða og þeir eru bæði með svona digital skóp sem að eru mikið meira notuð í dag en síðan er ekkert vitlaust að skoða eins ef þið eru með aðgang á svona analog skópum að þið kannski fá aðeins betri tilfinningu fyrir nákvæmlega hvað skópið er að gera en skópið er í raun og veru bara að sýna einhver spennu yfir einhver tíma og þannig getið þið verið að skoða bylgjur og kannski að einfaldast og þægilegast til að skoða í byrjun er einhvern bara hljóðbylgjur í rafrásum að þegar við getum heyrta og þá munið þið sjá ef að tíðnin verður hærri að þá verða bylgjunar þéttar og þéttar saman og ef að þið munið síðan heyra meiri læti þá munið þið sjá að bylgjunar munu stækka. Þannig að skoðið skópið í smiðjunni ykkar og annað sem að þið geti notað og geti verið afar praktist er svona function generator eða sveifluvaki og hér geti raun og veru þetta myndi vinna mjög vel við skópinu þetta er tæki sem gefur þá út bylgju og þið getið að gefið út kassabylgjur, sínusbylgjur, þríeiningabylgjur, alveg allt frá einhverjum bara 10 riðum upp í einhver megarið oft og þetta er oft mjög öflugt ef þið þurfið að bílanagreina einhverjar merkjarásir þá getur þið oft sett inn bara kassabylgju á rásina og skoðað á skópi hvernig bylgjan kemur út og þannig er oft að greina eins bílanir í rásum. Annað sem er kannski ekki til í mörgum smiðum en væri ekkert vitlaust að hafa, það er bara spektrum analyzer. Þá getið farið inn í einhverja merkjarás og þið getið sé hvaða tíðnir eru í gangi í merkjarásinni. Þetta er náttúrulega notað mjög mikið í útvarps og Bluetooth, alls konar það sem þið eru að senda á Wi-Fi og þess aftar og getur náttúrulega verið bara svona þokkalegu kostnaður á baku þetta, en svo getur þetta líka, og öll þessi tæki er eitthvað sem þið getur fengið á ekki neitt og síðan getur þið líka unnið allt eitthvað líf til að reyna í að efna því. Þetta er líka eitthvað sem er ansi gagnlegt að hafa í smíðanum og töluvert gagnlegra heldur en spektrum analyzerinn. Það væri svona logic analyzer og þetta er bara tengi sem þið getur sett á og það er oft bara þægilegt að þá vera með USB-útgáfa af þessu og þá sjáið þið í raun og veru í forritinu sjáið þið alla þessa bitaflæði og getið skoða samskiptin sem eiga sér stað. Og á þessum tímapunkti þá er þetta kannski eitthvað svona frekar advanced og
og kannski skiljið ekki neitt, en því meira sem þið farið að skoða þetta, þá fer þetta að make sense. Þannig að ætlunin hérna að enga veginn að kenna ykkur á þetta eða þvinga ykkur til að læra á þetta. Það er meira að þið vitið af þessu, að þegar þið komið einhvern tímann í framtíðinni í stöðuna sem þið þurfið að fara að sjá svona, þá vitið þið hvað tæki það er. Þetta er líka eitthvað sem var minnst á í fyrirlestrinum í gær, svona hot air station, sem er í raun og veru bara fancy hitabissa, og þið getið stýrt hitanum mjög nákvæmlega og beint honum á mjög nákvæmlega stað og með mjög nákvæmlega loftflæði. Og þetta fer að vera ansi þægilegt, sérstaklega þegar íhlutinni fara að verða litlir. Þessir SMD íhluti sem við erum að nota núna, þótt þið kannski trúið mér ekki, þá er þetta með stærri SMD íhlutum sem eru á markaðinum. Þetta er annað sérstaklega þegar þið fara að veina með smærri íhluti sem eru bara svona stereoskóp, og það er þess að svona einhvers konar svona útgáfa sem er oft notað í náttúrufræði, sem er algjör hálsbrjótur, og er ekki alltaf í lagi að þið þurfa að vera að gera eitthvað lítið, en leiðu þið farið að gera mikið af þessu, þá viljið þið fara í einhvers konar annarkort svona útgáfa sem þið getið setta þess út fyrir brettið, eða ef þið eigið nóg af peningum, þá getið þið farið í eitthvað svona, þess að þið horfið bara á skjá. Og þið sjáu líka að vegalengdin henni niður frá prentplötunni og upp í linsuna er orðin tiltölulega mikil, og þetta skiptir tiltölulega miklu máli að því að það eru til svona USB útgáfur af þessu sem eru til í mörgum smiðjum, og það er allt í lagi, en oftar en ekki þá er vegalengdin frá prentplötunni og upp í linsuna bara orðin ekki nein, og þá endið þið bara því að bræða linsuna. Og síðan er líka, þú veist, ítrekkaður að lendi því að fólk er að fara að lóða hérna á pansi skrifborðinu mínu og það eru konur brunablettir á það, að því að fólk setur ekki neitt undir þetta. Þannig að gettóleiðin er að setja allavega crossesplötu, en svo er ekkert mjög dýrt að fá svona silikonmottur eða ESD-mottur. Það eru líka til oft í þessum útgáfum, og kosturinn er við það að það er þola töluverðan hita. Þær eru, þú veist, þið þurfið ekkert mikið að spá í antistatic vörnum og þess að það var meira í gamla daga, en það er ekkert vitlaust að hafa það bak við hugan að það getur verið stöðuramagn í kringum ykkur sem getur leitt til þess að þið snertir rásina og þið takið varla eftir því, og oftast er þetta bilanir sem að bila ekki strax. Það er ekki eins og að komi nýstu puttanum ykkur og kemur reykur, heldur þetta er einhver öðru lítil spenna, og kannski eftir 2 ár þá fer rásina að hefða sér eitthvað skringilega. Þannig að það er ekkert vitlaust að þið eru að vinna sérstaklega með dýran búnað að þið hafið það baku eirað að vera með stöðuramagnið klárt. Og ég myndi alls ekki, eins og maður sé stundum, vera að lóða á þessum skurðamóttum. Því oft vil maður hafa þessar skurðamóttu bara fínar, og það er bráðna mjög auðveldlega og eiga það til að vera síðan bara skemmtar og ónothæfar þessar skurðamóttur, að því að fólk er alltaf að lóða á þeim. Óþolandi. Svo er líka að tala um í gær, þú veist, þeir þurfa að fjarlægja tínið af, og ég er bara vanur að nota tínsögu og líka svona tínsögu vír, en það er svo að bíða. Ok, ljóðið datt út. Ná þessu. Heyrist ennþá í mig bara að ég er mikrofónum. Eða kannski heyrist aftur í mig núna. Ég held að headphonein. Já. Við slökku á sér heyrnartólin eftir ákveðin tíma. Það er ekki mjög hendugt. Það sem ég var að tala um tínsögur, og ef þið viljið góða útgáfu sem er ekkert svo dýr, og jafnvel ef þið getið bara orðið ykkur svona sílikonhringi, passið ykkur bara að þið þurfa að þola hita og vera öryggir, en þessi tínsöga hérna er í raun og veru bara með svona sílikonhring í kring sem að munar alveg hellinga, því þá getið þið bara þrýst þessu á svæðið og hita á leiðinni, og skjótið þið bara lóðboltanum í burtu og skjótið hérna upp og búið til vakjum, og þetta virkar töluvert betur þótt að þessar hér tínsögur sem eru algengar virki líka fínt.
Það er bara smá lækni við að nota þær, en svo er mjög fínt bara venjuleg teinsuga og teinsuguvír til að þrífa upp eftir sig. Það ætlaði í rauninu veru að koma þess inn á bara góðar leiðir til að lóða. Af því að það er ekkert mál að gera þetta vel og tekur ekkert það mikla þjálfun, en það er síðan ekkert mál að gera það illa, en þetta er eitthvað sem við þurfum að vera meðvituð og þetta er líka típist eitthvað svona sem að við lóðum einhverja festingu og hún virkar alveg samdægurs, en svo kannski eftir 2 ár, eða þetta er eitthvað sem við verum að setja út í bílinn okkar eða eitthvað staðar í umhverfið það sem að er raki og hiti og kuldi, þá fara þessar festingar að bara brotna og verða slæmar ef við gerum þetta ekki vel. Og hér sjáu þið ansi vel hvað er ásættanlegt og hvað er ekki, og það er hægt að setja of lítið tinn og það er hægt að setja of mikið tinn, en svona í grunninn það sem skiptir mestu máli er að báðir fletinni séu hreinir og báðir fletinni nái góðum hita. Ef annar flöturinn nær ekki að hitna þá gengur þetta aldrei, og ef annar hluturinn er skítugur þá gengur þetta aldrei. Og það sem skiptir líka máli í þessu þegar þið getið átt hreinsað með bara sandpappír eða stálull, en það sem skiptir öllu máli í þessu líka er þetta flögs, og þetta flögs er einhver svona sýra sem að hreinsar flötinn þegar hún hitnar, og þið getið keypt hinn sem að er ekki með neinu flögsi, og þá verður þetta mjög erfitt. Svo getið þið keypt hinn sem er með einum kjarna, en þið getið, ég til dæmis sjálfur nota ekki tinn sem er ekki með meira, ég nota tinn sem er með 5 kjörnum eða 6 kjörnum, af því að það verður bara töluvert þægilegra. Og svo eru þið líka með þessa tinn versus blý blöndun, og þið getið líka verið með tinn laust, eða blýlaust tinn, og það er náttúrulega tiltölulega umhverfisvænna og svona, en þið þurfum aðeins hærri hita við að vinna með það. Og þá er líka að fara að skipta ennþá meira máli að fletinni séu hreinir. Hér er ágætis bók, svona comic bók góðar venjur þegar kemur að því að lóða, og þetta er skemmtilega uppsett með einföldum og þægilegum og hnitmiðum texta, og eini kannski það sem er ekki í þessu er að það er ekki verið að tala SMD lóðningarina, en burt frá því sem hvort þið er að lóða í gegnum plötuna eða á plötunni, þá er sömu prinsip í gangi. Men þegar að þið farið síðan að lóða þessa SMD komponenta sem þið byrjið bara strax á, þá er ákveðin svona verkfærni sem að er góð að tileinka sér, og ég fann ágætis svona gif af því, og það sem þið sjáu að viðkomandi er að setja, við kannski byrjum á þessu þar sem hann er að setja bara svona 2 skauta komponenta, og þá byrjið þið raun og veru bara á því að punkta hérna, þið setjið smá tinn á einn flötinn og svo notið þið hitan og festið einn hlutan niður á brettið og síðan lóðið þið báðum megin. Passið ykkur bara á því að þegar þið gerið þetta, að þið leiða þeir eru búin að setja hérna niður, og reykurinn sem kemur alltaf í byrjun, það er þessi sýra eða flögg sem er að gufa upp. Þannig að stundum setur fólk tinn á lóðboltan og fer síðan að lóða, og þá hafið þið ekki lengur enn hreinsunar eiginleika. Þannig að oft er maður bara að punkta þetta niður og kemur síðan aftur með smá tinn bara til að fá flöggsi til að hreinsa flötinn í burtu. Ok, og þetta er mjög fínt að sem ég sjá í hvernig ég er bara að fortina koparásunar, og það er mjög gott að gera það því að koparinn sjálfur tærist eða oxast, en ef þið setjið tinn yfir þann þá eru þið aðeins búin að koma í veg fyrir það. Og síðan er mjög gott að hafa í huga að eins og hann gerir hér er hann bara með brettið laust á borðinu, með brunabletti, hann hefur ekki sett sílikónmottu undir þetta, og það er að taka bara málingateip og þá getið þið festa eins þessar komponenta. Þeir eru hansi litlir, en hafið þið bara í huga að þið eru með eitthvað viðkoma dýra komponenta, þá er stöðuramanni, þetta er ekki best upp á það. Svo eru leiðir sem að
gera lífið ansi þægilegra og ég tók nokkrar myndir hérna í gær af bara því sem að ég myndi alltaf kjósa ef að ég væri heima með mér í þægilegum aðstæðum. Það einfaldlega bara svona lítið skrúfstykki sem þungt og þá bæði þetta að setja þetta í á alls konar hátt og þetta stöðugt og þægilegt og helst. En þetta eins og vonlaust að vera að ferðast með og á milli staða. Þannig að oftar en ekki þá endar maður bara að nota svona flísatöng sem að þetta spenna niður sem mjög þægilegt. Stundum ef maður ekki með það þá getur maður fengið svona hjúkrunarskæri eða sjúkraskæri sem þetta læsa. Það alltaf næs og nýtist í alls konar og síðan jafnvel eins og hér þegar maður þarf að redda sig þegar maður staðinn að verki bara án þess að vera neitt undirbúinn og hér í raun og veru að lóða svona XLR tengi fyrir félagamenn sem að vantaði snúru eittir og bingo og hann átti bara lóðbolta þannig að við tókum bara skæri heima á honum og settum hérna teygjur til að halda þessu aðeins á meðan að við lóðum þetta og þetta örugglega eins mest gert og eins og það verður og við vorum bara með eitthvað tvott á svampina til að þrífa spísinn líka. Það eitt í þess að þið þurfið að halda lóðboltanum hreinum og þægilegast bara að nota svona brasull en svo getið þið líka að nota þennan blauta svamp þannig í kringum ykkur. Og þið getið jafnvel líka bara tekið venjulega töng og vafið einhverjum vírum utan þetta og það eiginlega allt betra heldur en að hafa þessar plötur lausar á borðinu. Og síðan líka mjög einfalt og ef þið eru annarkvort með tyggjó eða kennaratyggjó þá getið þið líka bara nota það eða teipa þetta niður. Þannig að spáið þið því þegar þið farið að lóða þetta. Má ég henda inn einu auka við þetta? Já. Þarna sjáuð þið mig, eða? Sjáuð þið mig? Það gott að vera með svona meathook. Þetta sem Þórhallur lét mig fá. Svona þyngdarlóð. Þá ítir það á, þá getur maður sett íhlutinn á brettið. You can put the piece onto the board and then this will push it down and hold it steady with the weight. Þannig að þetta alveg búið að bjarga mér 1000 sinnum, sérstaklega með SMD. Þannig að þetta bara járnstöng, einhvers konar lóð. En já, það eina. Always carry this with you. It's on your belt. Þetta líka perfect, sko. Já. It's nice when you go to the bars in Icelandic. Take it with you. You take the ice from your life. Only for the ice. What were you thinking about? Yeah. Anyhow, smash this like button. We are on YouTube. And subscribe to the channel and press the notification bell. And remember to smash the like. Hamarinn. I'm gonna get my charger